Fyrir hönd leikhópsins Orginal vil ég óska ykkur góðrar skemmtunar leið og ég bið ykkur að taka hljóðið af farsímanum ykkar. Ykkur samt sem áður velkomið að taka myndir. Góða skemmtun. Hera mín. Hera, viltu ekki vakna? Hera, vaknaðu. Hera. Hera, vaknaðu. Hvernig líður þér? Æ, ég veit það ekki. Ætlar ekki bara að vera duglega að tala við krakkana og vera glöð eins og við erum búin að tala um? Jú, en ég skil bara ekki af hverju á sýnast vera glöð, bara svo krakkarnir fatti ekki að segja eitthvað af. Þú verður bara að vera sterk, Hera mín. En kannski langar þú bara að vera ég sjálf. Já. Komum og fáum okkur morgunmat. Góðan daginn, Snurfur. Góðan daginn. Góðan daginn. 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 Vissuð þið að ég á frænku á Vík í Mýrdal? Hún sko ekki frænka mín, hún kona hans frænda míns. Þau eru reyndar skilin. Hún var mjög illa með hann. Hún eiginlega tík í Mýrdal núna. Mamma hennar vann í lottóinu daginn. Hún núna rík í Mýrdal. Æ, Heiðvald, þetta ekkert fyndið. Þau sko tvíbura, stelpa og strák. Þau eru mjög lík í Mýrdal. Ég heimsækja hann ekki oft. Fór hann daginn og gleymdi ég peysunni minni. Núna er ég lík í Mýrdal. Hvernig nennir alltaf að vera með svona aðsnaðaða brandara? Asnalega? Þetta er bara sem ég segi. Þú getur ekkert sagt að þetta sé asnalegt. Mér finnst þetta bara fyndið. Ekki mér. Það segir eiginlega meira þig en mig. Gamla nefnir Víkóldi minn því áum eftir áhverti að sagða Víkur í skoðið. Þar áttur að myndi gerist kirkja fyrir árið 1932 til 1934 en þar hafði verið standið pressu síðan árið 1911. Í lóf árið átti ég færast á daginn með móður minni því kirkja stendur hátt yfir bæjarstæðinu. Ástæða þess nú að Víkurbúar ætla að vera skuttlugussi. Þau eru náttúrulega fáið Katla er ekki að gjósa. Við ruglum strákum minni svona, fyrir nú að byrja. Jæja, við vorum komin á að tala um Indland. Hvað gerir Indverjakrakkar? Erfitt er það að spá. Hvað Indverjarnir gera? Kannski eitthvað sem ekki má. Heldur þú það ekki, Hera? Björk spurði bekkinn sinn hvað einkenndi Asíu búa. Þú þekkir Indland út og inn. Því vil ég allavega trú. Ég held að Indverjar gerir bara það sem þeir vilja, bara eins og við. Já, eru þeir ekki bara eins og við? Það held ég. Ég þekki bara Líansi, hún er Indverji og bara ekkert eins og við hinn. Æft hana Beyoncé. Indverja að kalla. Það var eins og Beyoncé. Elskaði að bóna skalla. Hvað ertu núna að meina, Guðmundur? Jay-Z er ekkert sköllóttur, hann er bara snóðaður. Krakkar, Indverjar eru nú ekki líkir okkur. Nei, þar fara allir mjög seint að sofa og allar konur í mataskólum. En Sko, auðvitað er ég að grínast. Þau eru að passa ykkur að alhæfa ekki. Það býr rúmlega milljarður manns í Indlandi og ef allar konur þar verið í mataskólum, þá verður þeir alltaf uppsendir og þeir fara bara aldrei á útsölu. eru það aldrei útsölur á Indlandi? Er það munurinn á Indlandi og Íslandi? Hei, vitið þið hvað er líkt með sítrónu og fíl? Ekki. Þau eru bæði gul nema fíllinn. Þau eru ekkert bæði gul. Nei, ekki fíllinn. Hvað meinaru? Hvað kemur þetta málinu við? Við erum að tala um Indland og það eru fílar í Indlandi. Ég skil ekki, hvað koma fílar útsölur? Fílar fara aldrei útsölur. Ég fíla það ekki. Það er nú hlægilegt að lesa þessu merkinguleysu staðhæfingu þín á valdi minn. Vissulega eru fílar á Indlandi en þó má finna víðar. Indverski fíllinn er náttúrulega mun smærri í sniðum en svo afríski. Eða ætlar að vera með svona rögleysu og skaltu frekar kynna það en afríska. Hvað sítrónu varðar þá þykir mér áhugavert að blanda aldin á sig með þessu umræðu. Ýmiss konar aldin er náttúrulega að finna hérlendis. Mér þykir rauðaldin þeirra best. Fyrir ykkur fótana, þá er rauðaldur náttúrulega tómatur. Já, einmitt. En Björg, heldur alltaf tilfinningar sé eins alls staðar í heiminum? Hvað heldur þú? Geta Indverjar fundið fyrir gleði? Já, alveg bátt þér. En heldur þú að það sama framkalli sorg alls staðar? Sko, ég minnsti eldin á Snapchat við vinn minn daginn. Það var ég mjög sorgmætt. Ég held að fólki í Afríku sé ekkert að pæla því. Nei, meðan þú ert að hugsa um sjálfan þig, hvernig astanlega tölvu er, þurfa krakkar sem eru í jakkanum þér allan heim að hugsa um alvöru eld. Eða gera ekki deyja þig bara. Ég meina, ég fann ekki það miklu sorg af þessu Snapchat máli. Þetta var bara einn enn sem dó, ég er alveg með fleiri. Þú ert sjálfhverf, María. Sjálfhverf?
Það er orð sem við notaðum fólk eins og þig sem getur ekki sett sig í spor annarra að þið elskar sjálft sig svo mikið. Þið eru svo fyndin, svona farin út í frímínútur. Mér finnst Björg eitthvað svo skemmtileg. Hún er eitthvað svo fyndin. Mér finnst eiginlega eins og hún sé bara vinkona mín. Já, það er svo skrítið þess að kennarvinkona. Vitið þið hvort henni er á lausu? Ertu skotin í henni? Nei, ég er ekkert skotin í henni, mér langar bara að vita þetta. Björg er fullkomin, hún potið geggjaðan mann. Björg er smá eins og þú, herra. Ha, hvað meinar þið? Ég meina bara að þið eru bara svona sættar og skemmtilegar þannig. Finnst þið sæt? Ertu líka skotin í henni? Ertu skotin í öllu sem hreyfist eða? Nei, ég er ekkert skotin í ykkur. Mér finnst þið bara sættar, má það ekki? Þú ert svo mikið krútt, Valdi. Krútt? Ertu að meina þessi barnalegur? Þú ert svona sætt krútt, ekki krúttlegt krútt. Ég nenni ekki að tala við ykkur. Ég ætla að fara að tala við konur sem eru nógu þroskaðar til að sjá hvað ég sættur. Má ekki að segja strákar séu krútt. Nei, ég held að vilja frekar vera heitilega flottir. Það er samt ekkert það sama, eins og Valdi. Hann er svona sætkrúttlegur. Hann er samt ekkert sætur. Ég myndi alveg kissa hann en aldrei eitthvað meira. Það er ekki alveg hægt að sjá hann fyrir svo svoleiðis. Nei, það er svo skrítið að stelpur eru að vera sætir en strákar heitilega flottir. Ef stelpa er heit, þá er hún pottum druslata. Hvað er að mér? Hver er munurinn á sítrún og fíl? Sagði þetta bara alveg. Og hvað er ég að segja hér á sæt? Nú get ég ekki talað þér eftir. Ég get aldrei mætt í skólanum. Af hverju held ég ekki kjafti með Björgu? Á hún sé sæt? Hún er kennari minn. Komdu þér í gang. Þú klárar allavega þennan dag. Ekki vera yngi. Hvað varstu að gera, Valdi minn? Af hverju ertu svona seinn? Þegar stelpurnar hringja þá svarar maður. Var þessi stelpa honum fertug? Aldur er bara að tala. Ég ætla að erfa þessa sem ég reyna núna. Björg, af hverju átt þú ekki börn? Jáhá. Af hverju á ég ekki börn? Ég ákvað bara að vera kennari. Þóttir ekkert eiga börn, ég á ykkur bara. En áttu ekki mann? Jú. Ég á mann en það er ekki það mér sagt að allir sé fyrir eitthvað spöttótti búið saman eða gifti sig. En nú skulum ekki ræða það meira. Já, það fyrir styttast í að skýra ritgerðinni. Þið eru nú öll búin að lesa bókina, er það ekki, Valdi? Ég er með grafarþögn að ég er með hann á hljóðbók. Grafarþögn og hljóðbók? Er það hægt? Auðvitað er það hægt. Ef ég er blesmyndur þá fá ég bækur og hljóðbók. Já, en ef grafarþögn og hljóðbók heyrist á eitthvað, ertu ekki bara að hlusta á þögn? Björg mér langar að nefna þau úr á bókar sem eru í boði við skólann. Hins vegar eru í boði fyrir nefndur að lesa lítið grafarþögn eftir Þvakelan Arnald Indriðason og merkinguleysina Engla Alheimsins sem er búið með sem var bæði með bíómynd og síðan leikverki. Ég sé að meðangendir nefndur eins og María hafi valið sér bókina Engla Alheimsins. Gæti ég fengið að lesa verkaborðið Eddirssonar Sturlusonar og skrifa um það hugleiðingar minnar. Já. Þið segið það, gengur ekki bara vel? Jú, ég skil samt ekki. Hvað er það, María mín? Hvernig við bæðið að lesa bók og skrifa ritgerð? Hvernig? Það er ekkert mál. Fyrst bara lesið bókina, svo bara skrifum það sem eitthvað fannst áhugavert. En er ekki nóg að horfa á myndina? Ég myndi horfa á myndina, en það er bara til að sjá Hilmir Snæ. Svo myndi ég líka lesa bókina til að finna hvað þetta er ótrúlega sterk saga. En getum við ekki gert þetta samning? Eins og ég horfa á myndina og segja svo bara frá henni. Ég get sagt þér frá Hilmir Snæ og öllu. Myndi þér finnast nóg og ég myndi bara kenna þér 20 mínútur. Svo myndi þið bara sitja hér ein restina af tímanum en þyrfti samt að klára allt námsefnið. Það er náttúrulega ekkert eins, þú vinnur við að kenna. Og þú vinnur við að læra. Ég myndi ekki naga blýantinn minn svona. Af hverju ekki, það er ekki eins og það gerist. Nei, ég myndi bara ekki gera það. Ég er sko vegan. Það var svona áhrifafæði ekki góð fyrir mig. En hvað er að vera svona vegan? Hvernig virkar það? Sko... Að vera vegan er óstæðilega þörf til að segja öllum í kringum við sértu vegan. Sértu vegan, skaltu passa að öllum viti það og skal segja öllum hvað er ógeðslega að vera ekki líka vegan. Mér skrítið það að strákar er vegan. Ha? Með að þeir ekki passa upp á heilsun og bara hálft. Hafa stelpur einhverlega á því? Nei, en þetta er bara svona stelpar að tala um hverju gröð. Og mér stelpur ekki tala um það. Ég held að allir verða, alveg saman hvað kynið er tilheyra. Já, stelpur eiga bara ekki að tala um kynlíf. En mér strákar gera það. Já, þeir gera það alveg mjög mikið. En ef þetta er tveggja manna verkefni, þurfa þá ekki báðir aðalar geta að tala um þetta. Verkefni? Þetta er nú meira svona... Þetta er bara hellingsverkefni, en svona farin út í frímínútur að þið er ekki að hanga hér.
Jú, ég veit þetta er ekki fallegt að spyrja fólk á svona spurninga. Sumir geta ekki eignast börn og sumir bara vilja það ekki. Ætlum geta ekki eignast börn. Get ekki? Ha, þú veist alveg hvernig börn verða til. Björg er alveg nóg af því, þeir sem hún ekki sæt. Hún er miklu meira sæt. Hún er eiginlega fullkomin. Ég vildi stundum að hún væri mamma mín, eða systir mín. Kærast það. Ég þegi því, ég var ekkert að meina það. En af hverju talar Guðmundur alltaf í ljóðum? Af hverju talar hann bara venjulega? Ég veit það ekki, það er mjög furðulegt. Það þyrfti að vera einhver að kenna hann að syngja. Þá er þetta kannski skemmtilegt. Heldur að sé eitthvað að heima honum? Eru foreldrar slíkir skrýtnir? Nei, ég hef alveg hitt mömmu hans. Hún er mjög næs. Hún talaði líka bara venjulega, svo þetta er ekki erfðatengt, frekar félagslegt. Erfðatengt? Félagslegt? Hver dó að gera þegar komið doktor Phil? Helga, þú mátt alveg kalla mig Vladimir Freud. Hann mun hjálpa mér að fá Nóbelsverðlaunin. Þegar ég fæði, get ég leyft þér að fara í engaþáttinn minni. Já, einmitt. Eigum við að gera eitthvað fram aðeins? Já, getur þér að með mér. Ok. Hvað ertu ennþá hér? Já, ég er bara klár að undirbúa fyrir morgundaginn. En vill ég bara drífa það heim? Svo oft innan langt fram eftir. Já, ég fer alveg að fara. Ef ekki bara vera samferða, þú mátt ekki alveg klára þig. Jú, við getum nú samt sem alveg gert það. Ég elska þegar voru nálgast, þá er því fjölskyldan alltaf gert eitthvað skemmtilegt saman og allir vera svo glaðar. Já, einmitt. Heyrðu, Jana. Já, Björn mín. Langar þig aldrei til að geta flogið? Nei, veistu, mér hefur nú eiginlega aldrei langað til þess en stundum þegar ég var yngri áskar mér að ég geti flogið. En það var nú efst að mér. Já, ég er samt ekkert að meina þannig flogið. Langar þig aldrei að geta flogið bara burtur aðstæðum, einhvert langt í burtu. Þú getur bara sungið og leikið og það er enginn að rugla í þér. Nei, ég hef nú aldrei lent í aðstæðum sem krefst þess að ég fluga burtu. Nei, en það væri bara að rugla. Heyrðu, við sjáum bara morgun. Ég meinti sjást á morgun, beinilega vel að heilsa. Hæ. Stu heima ástu mín? Það er svo fallegt veður og svona. Þú hefur ekki talað við mig í marga daga. Getum við ekki bara að tala saman? Þeir sko krakkarnir voru að spyrja mig í dag. Þau voru að velta fyrir sér af hverju við ættum ekki börn. Af hverju eigum ekki börn? Hvernig anskot er þetta að tala um það í vinnunni? Viltu ekki bara segja hann frá vindækjúla sem ég er með? Nei, ég var ekkert að meina þetta þannig. Getum við ekki bara að tala saman eins og fullorðið fólk? Ég hef ekkert til þig að segja. Þegið! Ok, vá hvað þetta er gaman. Af hverju gerum við þetta ekki oftar? Ég var búin að gleyma hvað er gaman að fara í einakrúnu. Ekki dettur mér í hug að taka þátt í þessu. Þið teljið upp á 3. tug og hlaupið svo í klessu. Hvað meinarðu? Af hverju prófum þetta bara að vera með? Ég er ekki 6 ára, það er vandamálið. Ég gæti tóknað aftur inn ára og þá er út í keppnisárið. Hvernig nennir þið alltaf að tala í ljóðum? Ég myndi frekar frá þeim til sængur og alltaf prumpa mér að lesa eitt ljóðu við þetta. Ég meina það er ógeðslega aðstæðilegt að segja allt sem að segja í ljóðum, það er bara þannig. En finnst þið það ekki líka aðstæðilegt að stama og vera esmeltur og tala með norðlenskum hreim? Nei, það er allt öðruvísi. Nei, þetta er sérstæða. Bubbi Morten sem eina sérstöðu, Guðmundur um aðra. Alveg er það rétt hjá þér. Helga vina kæra. Þið talaði ekki eins og hentar mér, veit ég ekki hvar ég væri. Við tölum allavega bara eins og við tölum. Það verður bara þannig. Já, kannski finnst mér bara svolítið flott hvað kom bara ljóð út úr þér. Þú ert bara skálka mig. Heyrðu, elsku Mæja mín, hér er neyðarfundur. Þú kallar mig Gumma, en stelpan þín, ég er Guðmundur. Sorry, Guðmundur. Heyrðu þetta? Já, ég held að ég heyrði alltaf eitthvað. Hvað var þetta? Þetta var þess að þú kemur þarna ofan. Frá húsinu og kirkjugarðinu. Já, eitthvað stað þar. Eigum við ekki? Já, jú, gerð það. Nei, eigum við nokkuð að vera því? Ertu eitthvað hræddur, Valdi? Hræddur? Nei, hvað er í sín? Ég stæði að svolítið fyndi hvað ég er ekki hræddur. Ég væri eiginlega bara saman að það kemur krossröðu draugur og éti mig. Stráka mínir fögru fljóð, hvað er hér á seiði? Ætla að elta eitthvað hljóð lengst upp á heiði. Þetta er ekkert lengst upp á heiði. Þetta er bara hérna rétt hjá. Sko, mér langar ógeðslega mikið með ykkur en ég var búin að lofa mömmu að vekka blómin og það var að drífa mig. Ertu ekki bara hræddur? Hræddur? Nei. Sko,
Sko þessi blóm drepast þegar þau fá ekki vatn. Ég ætla sko ekki að hafa það á samviskunni. Þetta er mjög góða punktur Valda. Já, sennilega tel það best. Valda heim að fylgja. Þið megið leita, en fyrir rest fréttið að draugarnir eru tískubylgja. Já, mér langar mjög að tjekka hvað er í gangi, en við getum líka bara verið samferða heim. Það er skóla á morgun og svona. Já, við getum líka að fara heim. Klukkan er frika margt. Já, sjáumst bara á morgun. Já, góða nótt. Góða nótt. Ertu komin? Hvernig var úti með krökkunum? Það var bara fínt, eða þú veist, bara venjulegt. Ertu ekki orðinn þreyttur? Nei, ekkert svo. Ég fæst að fljóta svo, ég ætla bara inn í herbergi. Ok. Guðjón lifir enn í okkar vonum. Enginn getur flúið skugga hans. Þér er sæmst að halla þér að honum. Hann er gróin sál þíns föðurlands. Margt er blekking tán. Á fúlu hrippi rak þig milli ríkja. Hver ekki fékk að snuðri þinni sál. Rjúftu höfðið því að það er meinið. Þú ert sjálfur Guðjóninn í beinið. Er þetta nýtt lag hér? Já, bara klára. Er þetta pappa þinn? Já, Saknar hans. bara pín. En hefurðu spilað þetta lag fyrir vini þína? Nei, þú veist ég spil ekki fyrir þig. Þið veit ekki eins og það ég kann að hljóðfæri. Halda bara að sé einhver nördi sem talar ekki nema ljóðum. Langaði bara til að tala í ljóðum? Nei, eiginlega ekki. Ég er bara búin að venja mig á það. Þetta er bara mín gríma. Langaði aldrei til að fella grímuna? En það ekki er orðið of seint. Ég er orðið að vera 15 ára. Of seint? Alls ekki. En ertu búin að hugsa eitthvað að byrja í fótbolta þess að hún búin að tala um? Nei, ekki finn ég búin að hafa mig aðeins betur. Það viltu ekki bara prófa eina æfingu og sjá? Kannski seinna. Komdu, ég skal syngja fyrir þig. Sigur og á djúpor
Góðan daginn, Eskan. Hvernig sástu? Bara vera með að fá að borða. Já, sjálfsög. Gjörðu svo vel. Hvað er mamma? Það er bara svona dagur. Þú veist hvernig hann er. Svona drífið að borða. Af hverju það mamma bara alltaf að sofa svona lengi? Hún er bara svo þreytt. En hún getur aldrei komið með okkur í skólan. Mömmunar koma alltaf á krökkunum í bekknum. En við fáum svo margt annað. Eins og hvað? Krakkarnir í bekknum eiga líka pappa. Við hefum ekkert svoleiðis. Jú, Eskan. Við höfum víst alveg pappa. Nei, hvar er hann þá? Við séum á pottið einhvern tímann. Búinn. Góðan dag, Óks. Ertu líka móminidýr? Nei, ég er ekkert sein. Við skulum bara fyrir skólan. Ok. Hvað er það að gera með helgina? Við Helga erum að fara að keppa á Akureyri. Já, ok, nice. Næs, já. Fótboll allan daginn og þú veist nákvæmlega hvað á kvöldin. Það er náttúrulega gengið það vel þegar síðustu kvöldum. Það voru alltaf æfingamót. Nú er komið að keppni. En hvað er þú að fara að gera, María? Ég er líka að fara að keppa. Í mótorklassinu? Já. Hvenær getum við að koma og horfa að keppa? Ég hef aldrei séð keppa og samt er eiginlega mótið á hverja helgi. Ég verð svo stressuð þegar ykkur horfum að keppa. En ég hef bara sýnt einhverja vídeo eftir mann. Já, það væri snill og þú standaði svo vel í þessu. Ég er alltaf að segja að taka einhverja myndir á Facebooka sem er byggkara. Já, það er svona svo fáar stelpur þessu ekkert mikil keppni en... Það veit ég nú manna best, að ekkert fæst með slíku róli. Betra væri að sitja hest en spranga á mótorhjóli. Fær einhvern tímann á hestbakkunni? Gott þú spyrjið þeirra mín, því er nú auðvitað svarað. Nei, hef reyndar aldrei gert það. En heyra, hvað er þú að fara að gera? Ég er að fara til Þorsteins. Já, ok, ertu ennþá með hann? Já, auðvitað, hefur eitthvað trú á þessu sambandi eða? Jú, auðvitað, við höfum bara aldrei séð hann. Nei, það er kannski að því ég fer alltaf til hans, hann kemur yfir aldrei til mín. Hvað er eiginlega að gera þegar þið eru saman? Eða þú veist svona, þú veist... Ætli það sé ekki. Nú frænd. Ég er ekki viss að vilja vita það. Góðan daginn, krakkar mínir, við skulum byrja. Hvað er Björg? Já, hún komst ekki. Hún er ekki við í dag. Er eitthvað að hjá henni? Hún var svo vandræðileg að spyrja hana hvort hún ætti ekki börn. Hún er örugglega bara að kippa því í lag. Það er kannski rétt að nefna það aldrei bara að það er ekki hægt að kippa því í lag. Það tekur tæmlega ára að eignast barn. Við höfum bara ekki þekkt frá henni, en hlýtur að koma morgun til okkar, en þá er tilskæðið saman kenningur. Hvað var það að gera síðast? Ég veit það ekki. Sara hefði ekki náð í hana. Svara hún ekki síman. Hún tengist pottið skrýtnu hljóðum sem við heyrðum í gær. Ætli hann hafi verið rænt? Nei, þetta voru ekki ræningarhljóð og draugar að ræna fólki bara í bíómyndum. Ég veit ekkert, en þið veitir nú hvernig Björg er, það getur nú ekki verið mikið að hjá henni, hún svaf bara yfir sig. En hvað var að gera síðast í stærðfræðinni? Má ég sjá hjá ykkur? Mér leið aldrei nógu vel úr hjarta mínu sjálfstöð, en nú er komið að tímamótum. Því nú skal koma sjálf mér, en ég hef fengið nóg þér. Því öllum verður að líða svo vel. Ég vil ekki vera leið á sjálfri mér. Alein og utan gáttana ég ekki að segja frá. Mig langar til að fæðast aftur, mig langar svo, því allt var svart í kringum mig. Nú vil ég vita, hvað finnst ykkur mig? Næ ég að fela hvað hér gengur á? Það er mín gríma að allt sé svo fellt. Með mínum tíma kemst á flug eins og hratt. Ég vil ekki vera leið á sjálfri mér. Alein og utan gáttana ég ekki að segja frá. Mig langar til að fæðast aftur, mig langar svo, því allt var svart.
kona, ég eiginkona manns. Ég beitt ofbeldi. Ég hef elskað manninn minn, oft. Og kannski ger ég það ennþá. Maðurinn sem ég elska, hefur beitt mig ofbeldi í mörg ár. Þegar við vorum að byrja saman, þá var hann alltaf góð við mig. Það var gott að kúra með honum, það var gott að tala við hann og það var líka gott að þegja með honum. Ekkert er gott lengur. Þetta byrjaði mjög rólega. Hann lamdi mig annað slagið, en svo fór það að gerast oftar. Ef ég sagði eitthvað, lamdi hann mig. Ef ég þagði, lamdi hann mig. Ég eiginkona manns. Maðurinn minn hefur beitt mig ofbeldi. Líkamlega ofbeldið er ekki svo slæmt. Ekki eins slæmt og það andlega. Andlega ofbeldið elti mig alltaf. Ég var eiginkona manns, en núna er ég bara kona. Vantaði ekki bara athygli. Það getur nú ekki verið að hann Grétar hafi gert nokkur neitt. Þetta getur nú ekki verið satt. Ég hef aldrei tekið eftir þessu. Ég trúi þér, Björg. Þetta snýst ekki hver trúir mér. Ég ein veit hvað hefur verið í gangi og það sem fólk heldur út í bæ, það kemur málinu bara ekkert við. Björg. Já? Þú ert besta vinkona mín. En af hverju ákvaðstu að segja frá leyndarmálum? Hvernig þorðið þið? Það er nú einfalt. Það er svo auðvelt að opna sig í svona leikritum. Við hefum líklega alltaf verið saman ef við hefum ekki fengið þetta hlutverk. Ég skil. En veistu þetta leikrit, sjá það allir allt sem gerist. Já. Sem þið allir hafa sér mjög kvíðakast. Já, vinur, hver einn og einasti. Sem þið allir vita að ég er ekki eins góð með og ég þykist vera. Ég er búin að vita það síðan þú komst í bekkinn minn fyrst. Þannig að leyndarmál mitt sem ég er búin að fela fyrir öllum, það vita það allir. Já, og til hamingju með það. Nú ertu loksins frjáls með það. En Björg, veistu það líka, ég tala ekkert alltaf í ljóðum. Ég verð bara svo fokkin stressaður þegar þú talaði fyrir fram fólk að ég sem þú vísum til að gera það. Já, og ég veit líka að þú ert frábær listamaður og þú kannt á mörg hljóðfæri. Já, ég kann eitthvað. Eitthvað? Það eina sem þið vantar er trú á sjálfa þig. Fyrst erum öll farin að opna okkur þá, ég þoli ekki að vera þessi skvísu típa. Ég er bara alls ekki svona. Ég lífi alltaf það sem ég ger helgar. Ég er yfirleitt bara heima og horfa á útsvari. Ég horfa mér þess að líka stundum á blúsnum. Og kærasti minn. Já, hvað heitir hann aftur? Hann er sko ekki til. Ég laug. Ég sagði bara hann heitir Þorsteinn Bergsson því það er uppáhaldskeppandi mín í útsvari. Já, einhvern kærasta. Svo vissi ég að þið vissu ekkert hver hann er þannig að ég sagði bara hann heiti það. Langaði þú aldrei alveg kærasta? Nei, ég er frekar hrædd það. Þannig að við erum öll búin að þykjast verið einhver önnur en við erum. María, áttu ekki að leyndarmál sem við deila með okkur? Já, ég er þetta með frjókonarna mig. Bara á vegna. Svo fekk ég eins og tennisorpa. En það var þetta ekki tennisorpa. Ég var vist bara með strengi. En þú Snjólfur? Leikritið mitt er alltaf bara ég sjálfur. Það er svo gaman að vera ég. Já, þannig er það krakkar. Við þykjumst við einhver önnur en við erum, svo öðrum líki vel við mann. En þegar allt kemur til alls, þá erum við miklu betri bara við sjálf. Og vitið þið það er ykkur að þakka að ég á líf. Einhverju og frið sem til að
hérna í þessu. Það er langt í þessu. Já.